Bandaríkin og Íran hafa enn ekki samið frið og óljóst hvenær eða hvort það verður. Bandaríkjaforseti segir þó að skrifa verði undir á næstu klukkustundum. Hann gagnrýnir árásir Ísrael á Beirút í Líbanon. Boðað hefur verið til fundar innan Samfylkingarinnar eftir að félagsmenn og óbundnir jafnaðarmenn mótmæltu lögum brottvísunarbúðir í opnu bréfi. Prófessor í stjórnmálafræði telur ólgu hafa blundað innan flokksins í þó nokkuð tíma. Gamla klaustrið í Garðabæ hefur staðið autt árabil og liggur undir skemmdum. Glerbrot, rusl og leifar eftir neyslu liggja þar á víð og dreif. Garðabær sem á húsið segir standa til að gera það upp. Mikil atvinnutækifæri í Helguvík eftir að lokið verði við að rífa kísilverksmiðjuna í haust, segir bæjarstjórinn í Reykjanesbæ. Allt til reiðu fyrir umdeilt bardagakvöld sem verður haldið við Hvíta húsið í Washington í kvöld. Viðburðurinn liður í að fagna 250 ára afmæli Bandaríkjanna og áttræðisafmæli forsetans. Gott kvöld. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að samkomulag við Íran verði undirritað á næstu klukkustundum. Fyrr í dag varaði talsmaður samninganefndar Írana við of mikilli bjartsýni á að það tækist að ljúka friðarsamningum í dag. Trump gagnrýnir árásir Ísraelshers á Beirút í morgun. Hann segir að þær hafi ekki átt að eiga sér stað, sérstaklega í ljósi þess að friðarsamkomulag sé innan seilingar. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna telur á allt á réttri leið en segist tilbúin að bregðast við með hernaði ef þurfa þyki. Well, I'm not going to say on a Sunday morning television program what we will or will not do in any context. We'll have all options on the table, and that's what we've said to President Trump and the American people and the world and the Iranians from the beginning. The entirety of the might of the U.S. War Department is prepared to ensure Iran never has a nuclear weapon. We can do it the Midnight Hammer way, we can do it the Epic Fury way, if we need to. Ólöf Ragnarsdóttir, hvað á Hegseth við með þessum hótunum? Hvað á Hegseth við með þessum hótunum? Hvað meinar hann með Midnight Hammer og Epic Fury? Já, hérna hann bara beinlínis að hóta árásum. Þetta eru heiti á hernaðaraðgerðum Bandaríkjanna gegn Íran. Það Midnight Hammer, það eru árásinnar frá því í júní í fyrra sem að Trump sagðist hafa gjöreyðilagt alla kjarnorku áætlun Írana og svo Epic Fury, það eru þessar árásir sem að hófust núna í lok febrúar. Þetta eru svona frekar misvísandi skilaboð friðarvonir frá Bandaríkjamönnum annars vegar og Írönum hins vegar. Eru taldar líkur á það að komist friður á þarna á næstunni? Já, einmitt. Síðustu dagar hafa bara verið svona. Það eru yfirlýsingar og yfirlýsingar ofan og við þurfum bara einhvern veginn að reyna að rýna í þetta. Það mögum ekki gleyma því að það auðvitað rosalega mikið undir þarna. Áhrif þessara átaka gætir allan heim. En þau eru auðvitað langmest á fólki sem að býr þarna á þessum átakasvæðum og getur lítið annað gert núna heldur en að bíða og vona. En það eiginlega bara hlýtur að vera að samningar séu langt komnir miðað við allar þessar yfirlýsingar og það reyndar líka svona pæling hvort að Trump, að því að hann að fara á morgun á leiðtogafund G7 ríkjana og langar líklega að vera búin að ganga frá þessu fyrir þann fund, en ef við horfum svona til lengri tíma þá nú örugglega langt í að það falli bara allt í ljúfa löð þarna. Það þarf svo ofsalega lítið til að allt fari í bál og brand aftur þegar ástandi svona eldfimt. Akkurat, og svo eru náttúrulega þessar árásir Ísraelsmanna á Líbanon. Einhverjar líkur á því það takist friður þar? Já, það einmitt einn svona helsti ásteytingarsteinninn. Þetta beintengt þessum viðræðum af því að Ísraelsmenn segjast vera ráðast á Hezbollah-samtökin sem eru bandamenn Írana og Bandaríkin og Ísrael eru þetta svona svona það helsta bandalagsþjóð Ísraels eru Bandaríkin og það svona greinendur og sérfræðingar eru að velta því upp að þarna sé Netanyahu forsætisráðherra Ísraels kannski að prófa Trump að svona sjá hvað hann kemst langt en ef að Trump hreinlega bannar ísraelskum stjórnvöldum að halda áfram þessum árásum þá nú alveg líkur á að þau hlusti. Hann fór nú langleiðina með það í dag í þessari færslu á samfélagsmiðlum þar sem hann gagnrýndi þessar árásir á Beirút mjög og fjölmiðlar í Ísrael að greina frá því bara að akkurat núna séu mjög svona mikil og stíf samskipti á milli embættismanna í Ísrael og Bandaríkjanna og jafnvel að Trump og Netanyahu hafi ræðst við í síma að því að það bara verið að vinna mjög hart að því að Trump vill klára þetta á tilsettum tíma.
En aftur, þetta getur allt breyst mjög hratt. Þetta alltaf gerast bara í þessum töluðum orðum og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með því. Takk fyrir komuna hingað, Ólöf Ragnarsdóttir. Og hingað heim. Boðað hefur verið til fundar innan Samfylkingarinnar til þess að bregðast við opnu bréfi innan flokksins þar sem brottvísunarbúðum stjórnvalda mótmælt. Stjórnmálafræði prófessor telur að ólguna megi rekja til stefnubreytinga innan flokksins án umræðu og formlegra ferla. 55 félagar í Samfylkingunni og óflokksbundið jafnaðarfólk skrifuðu undir bréfið. Þar krafist að framkvæmd laga brottvísunarstöð verði stöðvuð þar til tryggt sé að börn verði ekki svipt frelsi vegna stöðu foreldra þeirra. Þórarinn Snorri Sigurgeirsson, fyrrum ritari Samfylkingarinnar og formaður ungra jafnaðarmanna, einn af hvatamönnum bréfsins. Höfundar telja löggjöfina fara þvert gegn stefnu flokksins. Þórarinn segir að flokkurinn sé ekki klofinn. En þetta sannarlega ágreiningur og það má svo sem alveg viðra það að þessi ágreiningur kemur upp í því samhengi að það hefur verið umræða innan flokksins útlendingamál á síðustu misserum og árum eftir að hvað svona við ákveð nýjan tón hjá forystu flokksins frá því sem áður var. En eitt nýr tónn í umræðinu og annað beinhörð löggjöf. Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor, segir líklegt að ólga innan Samfylkingarinnar sé merki blundandi óánægju sem ekki hafi fengið að brjótast fram undanfarin ár. Það bara komin töluvert mikil ólga í baklands Samfylkingarinnar, nokkuð sem hefur verið að byggjast upp yfir svolítið langan tíma. Hins vegar hefur flokkurinn bara haft það mikið fylgi og mikið meðbyr, þannig að þessar svona óánægjur raddir sem hafa kannski verið að krauma undir niðri að þær hafa ekki komið upp á yfirborðið meðan að vel hefur gengið. Mikil umpólun hafi orðið hjá flokknum, þar á meðal í útlendingamálum, þar sem tekin stefna til hægri. Að mörgu leyti þessi stefnubreyting fer fram án umræðu inn í flokknum, án ályktana eða breytinga sem að fara svona gegnum formlega fyrir, heldur þetta bara einfallega áherslubreyting forystunnar sjálfrar og það auðvitað það sem hefur kannski vakið mesta svona gremju að manni virði svona utanfrá séð í baklandi Samfylkingarinnar. Þórarinn vonast til að frekara samtal eigi sér stað. Og það má nefna það að við þessari beiðni hefur nú þegar verið brugðist og búið að boða fund í þartilgerðri málefnanefnd þetta mál. Málefnahópur flokksins stjórnarfar og mannréttindi heldur fundinn. Dagsetning hefur ekki verið staðfest. Klaustrið í Garðabæ liggur undir skemmdum og býður upp á töluverða slysahættu. Rúður hafa verið brotnar og dæmum að fólk farið þangað inn í leyfisleysi. Húsið var áður í eigu Sankti Jósefssystra og var byggt á 8. áratug síðustu aldar. Í kaupsamningi Garðabæjar og systranna kvöð sem gildir til ársins 2028 að húsnæðið verði nýtt fyrir starfsemi í þágu aldraðra eða aðra sambærilega starfsemi á sviði mannúðar, heilbrigðismála, barna eða unglinga. Klaustrið á 2 hæðum, samtals 2300 fermetrar að stærð. Systurnar fluttu úr húsinu skömmu fyrir aldamót. Eftir það var rekið þar dvalar og hjúkrunarheimili árabil. En nú óhætt að segja að það megi muna sinn fífilfegri. Húsið hefur staðið autt þó nokkurt skeið og liggur núna undir skemmdum. Hér brotnar rúður, óhreinindi og glerbrot út allt. Miðað við umganginn innan húss ljóst að einhverjir hafi notað húsnæðið. Íbúi í nágrenninu sem fréttastofa talaði við sagði alvanalegt að unglingar og ógæfu fólk farið þangað inn til dæmis til neyslu. Þá algengt að krakkar í hverfinu leiki sér í og við húsið. Birt fyrir allar dyr og glugga og hætta á stórslysi ef kviknaði þar í með fólk innandyra. Enn rafmagn á húsinu þrátt fyrir að það hafi ekki verið í notkun lengi. Þá þessi brunnur opinn og óvarinn með tilheyrandi slysahættu, enda margir metrar til botns. Samkvæmt svörum frá Garðabæ hefur staðið til að gera húsið upp. Bærinn hafi mikinn áhuga á að klaustrið gangi í endurnýjan lífdaga, fái gott viðhald og sé glætt nýju lífi með einhverri öflugri starfsemi. Í lok árs 2024 var gengið til viðræðna við E. Sigurðsson EHF kaup eða leigu, endurbætur, viðhald og rekstur hússins samkvæmt þeim kvöðum sem á því hvíla.
Framkom á fundi bæjarráðs í apríl að sá aðili hefði enn ekki hrint verkefnunni í framkvæmd og því var ákveðið að skoða aðra möguleika á framtíðarnýtingu og endurbyggingu hússins. Engan sakaði þegar farþegabáturinn Skúlaskeið strandaði við sunnanverða Akurey og Kollafirði klukkan 10 í morgun. 16 farþegar voru borð og þeim var fljótlega komið í annan bát. Báturinn skemmdist ekki sjáanlega og hann losnaði upp úr klukkan 2 þegar flæddi að. Sjóbjörgunarsveitir Landsbjargar voru til taks og björgunarskip fylgdi bátnum sem sigldi fyrir eigin vélarafli til hafnar. Svisslendingar höfnuðu því í þjóðaratkvæðagreiðslu að setja þak á íbúafjölda landsins. Svissneski þjóðarflokkurinn sem harðlínu hægri flokkur knúði fram þessa atkvæðagreiðslu. Flokkurinn sá stærsti í landinu og hefur lengi talað fyrir harðari stefnu í innflytjendamálum. Þeim varð ekki kápan úr því klæðinu því 55% höfnuðu tillögunni. Það hefur engin önnur þjóð reynt nokkuð þessu líkt áður. Tillagan var að íbúar í Sviss mættu ekki verða fleiri en 10 milljónir. Hún mætti mótstöðu frá ýmsum geirum atvinnulífsins og öðrum stjórnmálaflokkum. Die Erleichterung ist groß. Es waren enorm wichtige Wochen. Es ist eine Abstimmung, die mir auch sehr nahe geht, weil es versucht wurde, die Schweiz zu spalten, die Menschen gegeneinander auszuspielen. Wenn es da ein Nein gibt, dann ist das eine enorme Erleichterung. Íbúum hefur fjölgað ört frá 2002. Þá voru svisslendingar 7,3 milljónir en nú búa þar 9,1 milljón. Og af þeim eru 27% af erlendum uppruna. Þjóðarflokkurinn kennir fjölgun innflytjenda hinn ýmsu vandræði í samfélaginu. Þar á meðal húsnæðiskort, hækkun húsalegu, tróðningi í lestarvögnum og umferðarteppur. Pas plus. Je comprends pas pourquoi j'ai voté pas plus. Oui, parce que ça donne beaucoup ça donne beaucoup de problèmes aussi. Þau sem voru á móti bentu á að stór hluti svissnesks atvinnulífs reiði sig á erlent starfsfólk. Rannsóknir sýni að fækkun fólks á vinnumarkaði geti aukið vandan sem fylgir öldrun þjóðar. J'ai grandi dans un village qui est au bord de Genève et dans ma classe il y avait 23 nationalités différentes et je pense que c'est plus une richesse qu'une perte au contraire et je pense que les gens ont toujours quelque chose à nous apporter. Donc est-ce que ça fait que parce qu'il y a plus d'étrangers je me sens moins suisse? Vraiment pas. Svisslendingar leggja mikla áherslu á beint lýðræði. Til að leggja mál fyrir þjóðina þarf aðeins 100.000 undirskriftir. Frá 2020 hafa 61 mál farið í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hingað heim. Kröftug jarðskjálftahrina varð í Bárðarbungu í gærkvöld og fram á nótt. Alls mældust yfir 400 skjálftar, þar af 8 yfir 3 að stærð og 2 yfir 4, svo stærsti 4,8. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, segir hrinuna líklega þá öflugustu síðan askja eldstöðvarinnar hætti að síga fyrir 11 árum. Bárðarbunga stærsta eldstöð landsins. Þar gaus síðast 2014. Magnús Tumi segir ólíklegt að hrinan sé merkjum á gosi í vændum. Fluglitakóði yfir Bárðarbungu var færður á gult vegna hræringana sem þýðir að flugmenn eigi að hafa varan á. Nálægð við flugvöll og höfn skapar atvinnutækifæri í Helguvík, segir bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Áætlað að niðurrifi á háum byggingum kísilverksmiðjunnar ljúki í haust. Þetta gengur bara mjög vel, vist svona fór að þessi starfsemi gekk ekki upp á sínum tíma sem var nú kannski leiðilegt. En þá ganga framkvæmdir vel núna í að rífa þetta niður og búa til pláss fyrir nýja atvinnustarfsemi. Þannig að við getum sagt að Helguvík tekur opnum faðmum á móti nýjum atvinnutækifærum núna. Þessi háu mannvirki hér fyrir aftan mig voru hluti af kísilverksmiðjunni í Helguvík og áttu að marka upphaf atvinnuuppbyggingar á Suðurnesjum. En nú verða þau senn rifið niður aðeins 12 árum eftir að fyrsta skóflustunga var tekin. Já, hér náttúrulega voru áform og fór á stað mikil og stór vinnustaður sem að þurfti mikið rafmagn. Þannig að þessi lóð býrð svo vel að því að hafa bara nýtt og öflugt spennuvirki inn á lóðinni hjá sér. Þannig að það er ekki einu sinni framlengingasnúru, það er bara að stinga í samband og við erum að fá Suðurnesjalínu 2 og þá er gott að hafa alltaf 200 megawatta spennuvirki inn á lóðinni. Vilhjálmur segir ýmislegt fyrirhugað í Helguvík þegar niðurrifi kísilverksmiðjunnar ljúki í haust. Bílaleigur og iðnaðar- og pípulagningafyrirtæki byggja þegar upp starfsemi, jarðaberarækt á staðnum
og NATO hyggst stækka olíubirgðastöð sína við höfnina. Gagnaver, landeldi og ferðaþjónusta skapa tækifæri fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Nálægðin við Keflavíkurflugvöll og höfnina skapar kjörinn vettvang fyrir matvælaiðnað og gagnaver. Þannig að það var eftir að hafa sem ferskast þegar fyrir í flugið eða borðið í skipið. Þannig að það hjálpar okkur mikið og líka varandi gagnaverinn, það í þessum tækni iðnaði þá þarf allt að gerast hratt og þá er gott að geta lent með varahlutinu við hliðina á. Og svo eigum við fullt af tækifærum í ferðaþjónustuna en þá erum að fá ferðamann til að stoppa hér á svæðinu sem við erum að vinna mikið í. Við munum reyna að vera svolítið í þeim geiranum, ekki að vera að koma með mengandi iðnað hér inn á svæðið sko. Það er liðin tíð. Og það var Pálmi Rafn hjá Sjónarhorn Stúdíó sem tók myndirnar af turninum að falla í upphafi síðustu fréttar. Og í fréttinni var rætt við Vilhjálm Árnason bæjarstjóra í Reykjanesbæ. Það sáu líklega ekki margir fyrir sér að Hvíta húsið í Washington yrði vettvangur keppni í blönduðum bardagalistum, en allt er til reiðu fyrir bardaga kvöldsins. Þeir eru hluti af hátíðahöldum í tilefni af 250 ára afmæli Bandaríkjanna 4. júlí og áttræðisafmælis Donalds Trumps forseta sem á afmæli í dag. Framkvæmdin hefur verið gagnrýnd víða fyrir að vera of dýr og ekki við hæfi þessa sögufræga staðar. Svo er uppi áhyggjur að veður geti spillt fyrir. Það er heitt í Washington og það leyti sem bardagarnir fara fram gæti ringt töluvert. Herlegheitin hefjast rétt fyrir miðnætti í kvöld að íslenskum tíma. I just think under everything that's going on globally, it just kind of feels like wrong time, wrong place, wrong priority. It's like I really want to support it. It just kind of feels wrong inherently right now. I think the fact that the World Cup is going on right now too and is so much more of a uniter. Like I wish that was being spotlighted more than this like frankly just random, honestly in my opinion, event on the White House front lawn. It's just gaudy. Yeah. I think the true message of freedom and revolution is being a little bit distorted by participating in these events where around the world freedom is limited. I don't watch boxing. I guess as long as the city is safe and people are interested, it's a free America. Það var líflegt í listasafninu á Akureyri á dögunum þar sem ferfætlingar voru boðnir velkomnir til að virða fyrir sér listmuni. Mikil ánægja var meðal gestanna sem fengu léttar veitingar. Þeir fengu að taka eigendur sína með en spenningurinn var líklega mestur yfir að hitta aðra safngesti. Ég heiti Óli og ég á hund og hann er besti vinur minn. Óli, Óli, hund Óli. Óli, Óli, hund Óli. Ég tek hann alltaf með í sund og segi bara að hann sé bróðir minn. Það var veðri. Austlæg eða breytileg átt 3–10 metrar á sekúndu á morgun og líkur á vætu, einkum norðvestan til, en yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanlands. Hiti 7–17 stig, mildast á Norðurlandi. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Þýskaland og Curaçao mættust í fyrsta leik dagsins á HM í fótbolta í dag. Curaçao er fámennasta þjóðsögunar til að komast á HM og leystu þeir Ísland þar af hólmi. FH vann sinn fyrsta sigur í bestu deild karla í fótbolta í dag og IBVF hafði sætaskipti við Þór í fallsæti. Viktor Gísli Hallgrímsson varð Evrópumeistari í handbolta í dag þegar Barcelona lagði Berlín í úrslitaleik meistaradeildarinnar í Köln. Og við tökum hús á 17 ára stúlku sem er yngsti keppandinn á Íslandsmótinu í torfæru í ár og smíðaði bílinn sinn sjálf. Íþróttir hér eftir andartak. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Bandaríkin og Íran hafa enn ekki samið frið og óljóst hvenær eða hvort það verður. Bandaríkjaforseti segir þó að skrifa verði undir á næstu klukkustundum. Hann gagnrýnir árásir Ísrael á Beirút í Líbanon. Boðað hefur verið til fundar innan Samfylkingarinnar eftir að félagsmenn og óbundnir jafnaðarmenn mótmæltu lögum brottvísunarbúðir í opnu bréfi. Prófessor í stjórnmálafræði telur ólgu hafa blundað innan flokksins í þó nokkur tíma. Gamla klaustrið í Garðabæ hefur staðið autt árabil og liggur undir skemmdum. Glerbrot, rusl og leifar eftir neyslu liggja þar á víð og dreif. Garðabær sem á húsið segir standa til að gera það upp. Mikil atvinnutækifæri í Helguvík eftir að loki verður við að rífa kísilverksmiðjuna í haust, segir bæjarstjórinn í Reykjanesbæ.
Fréttatíminn á enda. Við verðum næst á ferðinni í útvarpinu klukkan 10 og svo á rúv.is. En eins og landsmenn vita þá gott veður hvergi eins gott og á Íslandi þegar það loksins kemur. Þetta veit fólki sem mætti í Nauthólsvík helgina og tók daginn með trompi. Bragi Valgeirsson tók þessar myndir en fréttastofa Ríkisútvarpsins þakkar ykkur samfylgdina helgina. Verið sæl. This is my